Góðan dag ágæta fólk. Velkomin til þáttarins. Guðsorð þáttarins okkar. Og við sem elskum Guðsorð, elskum leið þetta þegar að Guðsorð flutt. Og við væntum heilmikilst af því að það flytji okkur það sem Guðsorðið hefur að segja. Og Drottinn hefur menn og konur sem flytja þetta erindi fyrir sig. Og þetta bara ósköp venjulegt fólk eins og allt annað fólk er. Þegar Drottinn notar bara venjulega manneskjur til Guðs verksins. Og dregur þær út úr mannhafinu sem hann vill og gerir að einhverju fyrir sig í ríki sínu. Og þetta eru mennirnar og konurnar sem við erum að horfa og hlusta á í dag. Í dag er það meira en kirkjan sem við sækjum og heyrum því að við erum með alla þessa miðla sem að gera sama í raun en koma samt aldrei í staðinn fyrir kirkjusóknina. Hún verður áfram alveg sérstakt fyrirbrigði og eitthvað sem að ég og þú og við verðum að eigna okkur. Já, við eignum okkur kirkjuna og við megum eigna okkur kirkjuna en að því að við eignum okkur hana þá erum við í raun að heiðra Drottinn með nærveru okkar og viðurkenna hann sem hann aðeins sem ráði og ríki í kirkjunni. Þannig við erum bara manneskjur þar og ekkert meiri fuglar og ekkert heldur minni fuglar en aðrir fuglar þar. En yfir þessu öllu er Jesús og hann stýrir og stjórnar og hann ræður kennslunni hverju sinni og hvernig hún er framborin og hvað hún er. Og þá erum við komnir yfir í orð Guðs sem að ríkir yfir trúnni okkar, þannig séð innan gæsalappa. En þó hún ríki yfir trúnni okkar þá kippur hún ekkert fótunum undan sjálfstæði mínu sem manneskju. Og ég vel því að fara eða vel því að fara ekki og Drottinn hlutast ekki til það. En hann gæti alveg ef maður væri í einhverju þörmóðsku kasti og gerði þetta af þeirri ástæðu, þá gæti hann alveg ef hann vildi aðeins teki kauða til og hrista. Ekki í vonsku eða ilsku, þetta til þess að fá hann aftur á lappirnar og til að gera það sem að Drottinn ætlar honum að gera. Og við sem erum búin að ganga lengi með Drottni eins og ég og margir aðrir, við vitum og höfum lært af reynslunni að ströggla ekkert við Drottinn. Við heldur gera bara það sem hann vill og þegar hann vill. Og vera mín hér núna er vilji hans til að gera svo sem gamal kunnugt efni með sveipuðu sniði og hefur verið, en það er auka atriði, umgjörðin er auka atriði, heldur orð Guðs sjálft sem að þú ert að heyra. Það er aðalatriði, það verður alltaf aðalatriði þegar Guð er annars vegar. En þannig er það nú líka að hann er með fólk í starfi hjá sér og hann er með fólk til verkefna. Allir kallaðir menn og allar kallaðir konur hafa sér verkefni. Og ef að viðkomandi sinnir ekki því, veistu hvað gerist þá? Þú kemur að tóm auðum skjá, segja það. Og þú ert ekki kannski mjög hrifinn af því, vegna þess að þú sækir í orðið, að heyra orðið, og þú veist að þetta orðið er flutt af einstaklingi. Og svona stað til að mynda. Og þú kemur á auðum skjá, sem segir þér það að hann hefur eitthvað verið að svíkjast kallinn í dag. Því það er ekki vilji Guðs, það er ég búin að sjá að þetta falli niður. Hann valdi daginn og á þessum degi skal þetta vera, en hann leyfir mér alveg að stjórna því og stýra hvort ég geri það ekki. En ef ég er eitthvað að þverskallast, kannski viku eftir viku, þá gæti hann farið að tala til mér svona alvarlegum rómi. Vegna þess
hann ekki búinn að segja mér að hætta þessu. Hann var nefnilega einmitt að tala þetta við mig, því ég hef ekki verið með þessa þætti núna í nokkura vikur. Hann var nefnilega að ítreka þetta við mig bara fyrir nokkrum dögum. Og sagði við mig að hann hafði aldrei sagt mér að hætta þessu. Ég svo sem alveg vissi það. Og ætlaði svo sem ekkert að hætta þessu, ég ætlaði kannski bara, kannski að breyta eitthvað en það ekkert það sem ég á að gera. Drottinn með uppstillinguna og Drottinn hefur þetta sem hann vill. Ok, ég geri það eða ég geri það ekki. Ef ég geri það ekki, þá því miður, þá getur hann ekki haft mig í þessu. Og það væri þetta slæmbýtti fyrir mig og líka þig og fólki sem hefur verið að hlusta. Megum ekki gleyma því. Þetta snýst ekkert mig sem manneskju. En þetta snýst það að ég undir afli Guðs og hann að tala í gegnum mig og þú ert að fá blessun af því sem hann að tala í gegnum mig. En maður lítur ekkert upp til sjálfra sín vegna þessa. Maður lítur kannski upp til sjálfra sín að því leitinu til einu að ég þekki Jesú. Og hann þekkir mig og ég ekkert eitt þar. Þú ert þarna líka. Þú þekkir hann og hann þekkir þig. Og við getum, ef við viljum alveg, við erum það kannski upp með okkur svona allavega annað veifið að þetta sé staðan. Köllunin, hún fylgir manneskju. Ég alveg sannfærður það. Það engin án köllunar. En ég veit ekkert hvort að menn sé að gera sína köllun eða ekki. Og ég veit ekkert hvort að endingatíminn sé allur sá sem að Drottinn vill. Allavega hef ég tekið eftir því að þetta ekkert komin eitt á enda hjá mér. Og ef ég dreg mig úr þessu, þá það bara vegna þess að ég ákvað það sjálfur. En Drottinn sagði það við mig að hann hefði ekki neitt verið búinn að segja mér að þetta ætti að hætta. Þannig að ok, ég held þá bara áfram með þetta. En hvenær ég gerði þetta síðast, það orðnar nokkra vikur, 1,5 eða 2 mánuðir eitthvað svoleiðis. En hér ég lofa ekki hvort ég verði alveg svoleiðis staðfastur næstu 25 árin. Eða hvort ég verði þetta næsta mánudag, en það aldrei að vita. En núna ætlar þú að taka svoleiðis í bænastrengin að alveg væri nóg og klukkur ringi. Og það var aldrei að vita að Drottinn heyri þetta. Já, og stappi strákinn í stálinu. Var ég þó orðinn leiður? Nei. Kannski fannst mér vera komið nóg, ég veit það ekki. En allavega var ég ekki við þetta tíma. Og svona var komin bara inn á það að, maður hætti bara kannski finna, útbúa eitthvað annað. En hér ég, með svarta vegginn á bak við mig, og axlaböndin mínan, að segja eitthvað sem Drottinn vill að ég tala eins og ég hef alltaf sagt, ég veit ekki hvernig þú tekur því og mér sama, þá hef ég bara sest niður og svo byrjaði ég að tala. Þetta hefur alltaf verið svona hjá mér og það hefur nú svo sem alveg sín upptök því að ég var svona, kannski, ég veit að þú þekkir það ekki, en ég var svona, kannski ennþá svolítið kvíðagemsi og ég var svona tíma farin að hafa áhyggjur af því hvað ég ætti að tala. Því á þeim tíma þegar ég var að byrja í þessu, þá var ég með þetta alltaf allt skrifað á blað. Að ég tók svona á blað svona stikkprufur sem ég ætlaði að vinna með. Ritningavers og svo eitthvað frá sjálfum mér á 1 A4 blað. Og ég var farin að hafa áhyggjur af þessu með hvað og ég nú að tala næst. Mér langaði nú ekki til þess að vera alltaf að tyggja sömu tugguna. Kannski maður að því, en það er nú kannski ekki það sem maður vill. Og svo einu sinni, svo fór ég að taka til því, ég kom alltaf með blöðin með mér og lagði þau á púltið og vann. Svo var ég farin að taka til því að ég var eiginlega hættur að nota þessi blöð. Ég notaði kannski ritningavessin, en að öðru leyti þá notaði ég þau ekki neitt.
En svo kom að því að ég bara, ok, ég mætti og svo byrjaði ég. Og það nákvæmlega þannig sem ég geri þetta enn þann dag í dag, að þegar ég kem, þá kem ég, sest niður og byrja. Set allt í gang, stilli upp ljósum og set allt í gang og svo byrja ég. Mér finnst þetta langt besta leiðin. Og þetta vegna þess að Drottinn þekkir okkur. Hann veit ekkert að ég og þú séum að hafa áhyggjur á einhverju sem hvort eða hans og hann einn í raun og veru ætti að hafa áhyggjur af ef einhver ætti að hafa áhyggjur. Við viðurkenna það nefnilega sjálf og það staðreynd að við erum bara verkfæri hans. Við veitum að verkfæri notar sig ekki sjálf. Heldur sá sem heldur á verkfærinu, hann notar það til sinna þarfa. Við erum bara þetta verkfæri. Og hann að nota mig til að tala. Ég þó verkfæri hans og meðan hann að tala. En hann skaffar orðið. Og hvað kemur út úr því? Endalaust að blessun. Því að Drottinn blessandi Guð. Og hann getur allt. Hann getur líka unnið svona. Segir ekki Drottinn sjálfur, ég í yður. Í yður. Hann nú ekki langt frá mér. Og segir hann ekki að stjórnstöðuna sé í hjartanu. Hann í hjartanu. Hann í stöðunum. Og það stjórnar hann öllu. Talinu. Hverju sem Þannig að þetta ekki eitthvað lígital sem kemur út úr þennan munn. Kannski var það einhvern tímann. En það dó þegar að frelsarinn kom inn. Og ég leit til þess átt og sagði þetta Guð. Ég gengi út frá þessu alveg til dagsins í dag. Þetta Guð. Þetta finnst mér uppörun. En auðvitað þegar maður var að byrja í þessu og þá vissi maður ekki allt sem maður veit í dag og var með ýmsar hugmyndir hvernig þetta gera þetta. En ég hellti mig strax í orðið, ég man alltaf til því. Ég frelsaðist þarna og sagði að þetta Guð. Ég reyndar átti enga biblíu þá, en ég fór samt að setja eitthvað blað Guð. Þegar þú segir þetta Guð, þá kemur líka, það kemur með því ákveðin þekking, einhver grunnþekking. Þú ert orðinn sannfærður að Guð til og þessi sannfæring Guð til grunnurinn til að byrja á. Ef þú trúir ekki á Guð og ef þú trúir ekki að Guð sé til, þá ertu ekki að fá neitt grunn sem þú getur byggt á hvað þetta varðar. Þannig að þetta kemur allt með í pakkanum og svo síðan hvað við erum ákveðin í að fara þennan veg. Þegar ég vissi hvað efnið var, þá kom ekki til greina annað en að gera þetta bara verkfærinu sínu. Að vísu hætti ég ekki á vinnumarkaðnum, ég var eitthvað í 10 ára á vinnumarkaðnum, en 10 árum seinna þá hætti ég raun og veru á honum. Ætlaði ég að hætta á honum? Nei, ég man ekki, ég held ég að það var nú ekki staðið til. En ég gekk inn í kirkjuna þá og það lokuðust bara dyr. Og þá náttúrulega fór ég að sníkjur eins og þú. Nei, það var ekki þannig. Ég var aldrei að sníkja, en ég átti ekki mikið af peningum og Drottinn sá bara þetta. Hann setti utan mig mjög góða menn, trausta og góða menn sem enn í dag eru góðir vinir mínir. Og svo fór ég að fá peninga. Og svo komst ég á ellilaunin mín, þá var ég hátekjumaður, mjög glaður. Þetta man ekki hvað launin mín hækkuðu mikið þegar ég fékk ellilaunin. Ég var alltaf einhverjum bótum, eða ég man ekki hvað var. Ég kvarti ekki undan þeim, þetta framfleytti mér allan tíman og svo komst ég á ellilaunin mín og hátekjumaður. En það má vist ekki segja ellilaunin séu hátekjur, en fyrir mér voru það. Og mér hefur ekki skort neitt síðan. Nei, mér reyndar hefur aldrei skort neitt. Alveg frá því ég gekk inn í kirkjuna, þá hefur mér aldrei skort neitt. Ég veit, þú trúir ekki orða því sem ég að segja, en það allt í lagi. Þetta nú samt sannleikurinn. Sem sagt, 1999
stegi út úr þessu, svo sem góðu, og inn í það allra besta, kirkjuna. Og fyrir mér kirkjan ekkert endilega byggingin með turninum og klukkunni. Kirkjan bara fyrir mér staðurinn þar sem að trúin boðuð. Það fyrir mér kirkjan. Og fyrsti staður sem ég kom á, ég segi kirkjan, var staður sem að trúin var boðuð á. Þannig að við kannski gerum okkur svolítið ranga mynd af kirkjunni, en kirkjan það sem Guð boðað. Þess þarna litla fallega herbergið þar sem þú lofa Guð í. Það kirkjan í sjálfu sér. Þannig að hún víða, hún út allt. Hún ekkert einhver staður sem við erum búin að búa til á ákveðin máta, en þar fer fram kirkjuleg starfsemi. Svo kirkjuleg starfsemi í annars konar húsum líka, með engu turni og yngri bjöllu. En það líka kirkja. Af hverju? Fólki sem kemur þarna inn, það lofa Guð. Ég ekki að segja það og ég tek ekki undir það að þjóðkirkjan sé ekki þarna. Mér ekki vænt þjóðkirkjuna. Fyrstu árin mín í trúnni var borð í þjóðkirkju. Þegar ég var fyrir austan, bjó þar í nokkur ár, 7-9 ár, ég man ekki hvað var. Þar var ein falleg gömul kirkja sem var með messur hálfsmánaðarlega og ég mætti alltaf í þessa messur. Þannig að ég hef ekki nema góða sögu að segja þjóðkirkjunni. En ef menn vilja höggva hana og bara gera það, mér var það ekkert það, en ég ætla ekki að gera það. Hver ég að höggva í verk Drottins? Ég hef alltaf haft þessa hugsun, ég tek ekki þátt í að höggva í verk Drottins, það bara kemur ekkert að greina. Þannig að þú getur sett þér svona markmið sem trúið manneskja sem bara flott markmið. Og hvað við skýtum fingri mínum að benda á hvað? Ég get bent á sjálf á mig, glataður gæi. En ég geri það sjálfsögðu ekki því ég veit að ég ekkert glataður gæi. Ég frelsuð manneskja og frelsuð manneskja ekki vel glataður gæi. En sumir eru glataðir gæjar, af því að þeir eru ekki frelsaðar manneskja. Þeir eru ekki frelsaðir gæjar. Ég frels engan. En ég get viðhaldið minni trú með því að gera verk Drottins. Það bætir ekkert við trúna, jú það bætir við trúna mína. En ég vex ekkert í áliti hjá Guði neitt, hann hefur alveg fullt álit. En hann svo góður að hann þakklátur fyrir það þegar ég og þú við nennum að gera verkinas sem hann vill að við gerum. Hvað ég búin að vera lengi með þessa þætti? Maður það ekki. Ég byrjaði á þeim, alltaf ekki verið svona 2000, ég maður það ekki. Ég allavega búin að vera í mörg ár við þetta. Og stundum hefur maður tekið sér innan gæsalappa pásu og ég tók mér innan gæsalappa pásu. En nú ég komin aftur og það stendur til að halda þessu var áfram. Bara eins og þetta var. Okkur ekki. Þetta var fínt, þetta var gott. Þetta var gott Guðs orð sem að menn voru að fá í gegnum þetta. Okkur eitthvað snúa því á haus. Ég einstaklingur sem Drottinn kallaði til ákveðinna verka og það var til að mynda þetta verk. Þú ert einstaklingur sem að kallaði til verka en kannski allt öðru sér verk. Þú ert kannski maðurinn á gangstéttunum að hrópa, þeir voru nú farin að standa á einhverjum kassa þarna einhverjir. Ég held að það var reynda verið að svona djók meir en eitthvað annað. En allavega, sumir eru út á götunum og það enn í dag að tala, sama og hér talað, Guðs orð. Þeir eru að gera eins og þessi kall úr Hafnarfirði, sama verk en á öðrum stað. Af hverju? Að því skipulagið hjá Guði þannig. Hann frelsaði mig, við notum konna, hann ágætur í þetta. Þegar við setjum hann í hérna, já, í þetta. Ok, konni fyrir þetta, ánum setni hann enn í þessu. Svo ert þú, feitur, ekki gráarður gall, feitar en ég kannski. Og þú ert á torgi, upp á kassa þar kannski.
að þið drótti settið upp á kassan. Eða þú tókst með því kassan svona til þess að herma eftir gömlu predikorunum sem voru á kössum. Ég veit ekkert það. Mér skemur það ekkert við. En hvað með það? Þú ert á þínu stað á torginu upp á appelsínukassa eða kúkassa eða þú eru til lengur og þú ert að hrópa þaðan orð Guðs. Alveg svo hér gert. Engin munur. Nema aðstæður eru aðeins aðrar. Ég í mynd og ég á vefnum að boða Guðs orð þar. Þú kannski ekki mynd, þú ert í beinni, og það tekið upp, þá ertu bara í beinni í náttúrunni og þú kannski færið alltaf einhverja í kringu þig til þess að heyra. Og það sama hér, það alltaf einhverju sem að heyra. Við erum ekkert í samkeppni við einhverja frægar stjörnu sem fá milljónir heimsókna. Nei, við fáum það fólk sem vil heyra Guðs orð. Og líka vel að heyra í Guðs orði, já, til að myndi í gegnum þennan einstakling. Og jafnvel, og kannski betur að heyra í þér, flytja þinn kassa upp á standi á torgi. Og það eitt að okkur líkar betur við einn en annar líka hvað þetta varðar. Þetta rosalega predikari þarna maður. Það er mikið hlust á þennan. Eitthvað svona. Það er allt í gangi. En þetta nú kannski eitthvað, þetta nú pottið til sko, en þetta kannski eitthvað sem að kristimaður á að deyja. Hann á ekki að gera sér þannig sem mannamunn. Guðsmaður kallaður Guðsmaður og hann berði ákveðin virðing af mér, af þér og hvoru öðru. Og þessi virðing alveg til staðar, en svona upp og niður, að þið eru svo mannleg. Við erum ekki alltaf í góðaskapinu, það ekki stundum í einhver allt öðrum góðskapi. En stundum eru í svolítið manna stöði, við erum til í allt. En það bara stundum. En Drottinn þreytist ekkert á þessu, þannig að hann veit alveg hvernig við erum. Og það styrkur okkar. Í raun og veru það styrkur okkar. Hann veit hvernig við erum. Hann veit alveg hvað hann getur notað okkur í og hann að nota okkur í það. Vissu það? Ég veit ekkert hvað þú veist. Kannski veistu það. Þá er líka sammála því sem hér sagt. En hvatningin til mín og okkar allra gerum vilja Guðs. Eins og sagði við mig, ég hef ekki sinnt þessu núna eins og ég var að tala í einhverja vikur. Og vissi svo sem maður var að því að ég átti að gera þetta. En gerði það ekki, ég er óþekkur strókur eins og þústundum. En svo kemur maður inn í umhverfið sitt og þetta alveg eins og þetta var. Og maður bara byrja. Þetta það sem Guð vill. Og segi mér, Konráð, þú áttir aldrei að hætta. Þú áttir að halda áfram. Ég ber að biðst afsökunar á því, ég svo sem vissi það. En stundum manni segi óþekkur strákur. Ég veit að þú þekkir ekki neina óþekkt og ég náttúrulega mjög hrifinn af því þegar sjálfur vill ég enga óþekkt. En stundum óþekkur strákur. En ég held þú getur alveg örugglega tekið undir þetta fyrir þig því að stundum ertu það nú líka. Nenni þetta ekki nóna maður. Það var ekki að vera alltaf í þessu, eins og ég man að einn kona sem sagði þetta við mig, hún neyslaði mig svoleiðis maður að ég neyslast enn þegar ég nefni þetta. Ég sagði, wow maður, hver á stjórn á því hvenær maður í Guði eða ekki? Annaðhvort maður í Guði eða ekki? Maður þarf ekki að vera alltaf í þessu, það rangt, þú þarf nefnilega alltaf að vera í því. Ég var komið þetta, þarna var ég bara nýr í trúnni og ég var komið þetta alveg á hrein, annarkvort tekur maður við þessu, eða maður sleppir. Annarkvort maður í þessu alltaf eða sleppir. Það trúin. Trúin virkar 24 tíma á sólarhring. Það ekkert hipsum-haps þar. Ef þetta hipsum-haps þar, þá það vegna þess að við viljum ekki sleppa heiminum. Við leika okkur svolítið í heiminum. Svo nú myndi að segja, svo ekki neitt leiðilegra til heldur en leika sér í þessum heimi, hann hefur ekkert að gefa. Akkur sleppið við orðum það bara ekki.
Við eigum annað. Því við viljum það ekki. Það er málið. Það er vandinn. En höfum ekki ágjörð af því. Trúin, hún byggir sig upp í hjartanu. Hún vex þar að því við erum að gera verk Guðs, svo allt í einu er heimurinn eitthvað sem var og það er góð býtti. Og ég segi við þig, það er stór sigur þegar þú komur á þennan stað að þú sér að heimurinn er fyrir þér eitthvað sem var. Hann er ekki lengur. En kannski ertu núna á þeim stað að þér finnst þú leiðir eftir kirkjunni að þú sért að spája að fara. Ekki fara. Það er bara fólk eins og ég og þú og sem er skemmtilegir og aðrir ekki alveg skemmtilegir. En fólk eins og þú og ég og mikilvægt fólk sem Drottinn hefur sett þarna inn. Þannig það kemur enginn í kirkjuna að því bara. Það kemur inn í kirkjuna að því að Drottinn er að setja það þangað inn. Ég valdi enga kirkju. En ég endaði í Smárakirkju. Ég er búinn að vera í 3 kirkjumelli. Og sér að þetta er einhver tollir hvergi. Ég hugsa þetta nú ekki þannig. Ég hugsa bara að það sem Drottinn vill mér. Já, hann vill færa mig hérna, þá bara gjörðu svo vel. En hann hefur ekkert neitt gefið neina vísbendingar neina færslu hérna. Og meðan það er ekki þá held ég bara áfram. Við þau verk sem ég er við hér og er komin aftur í mitt svona jobb, kannski sem má segja, sem er þetta myndefni. Og svo er ég að gera eitthvað svipað í kirkjunni inn í lokuðu herbergi að stjórna og stýra myndavélunum þar og þú horfir á beinu útsendinguna frá okkur og þetta er kallinn sem stjórnar þeim. Og ég er í lokuðu herbergi, fallegu lokuðu herbergi og mér er svo hljóðið inn á okkur og þetta er svo flott í okkur. Og ég þarf alltaf að spyrja, strákar, mættu margir núna? Alveg hellingur á liði maður. Svo þegar ég kem fram, þá, jó, náttúrulega fullt af lið en einhverju farnir. Því leið á stundin er búin, að þá bara hverfa margir af vellinum. En ég þarf að vera þangað til hringtur út, því þá þarf ég að slökkva á upptökunni. Þannig að ég er alveg síðasti maður út. Þá stingi hausnum fram í hurðina og kíki og lagt ég að leiða hana. Svo hitti ég eitthvað annar ykkur á gangi og ég segi, voru margir á stundinni? Og ég fæ töluna, það var aðeins fleiri en þetta. En ég veit ekki nákvæmlega töluna þegar ég er á mínu stað. Já, á mínu stað. Ert þú á þínum stað á stundum? Ég veit það ekki. Ég hveti til þess. Ef þú ert bekkjakallinn, sætiskallinn kemur bara og sest niður og hlustar og allt til enn með það og ert þú í góðum málum. En vertu þar allan tíma og komdu alltaf ef þú vilt koma. Þú nennir þig ekki núna, það er ekkert sérstakt síðast. Komdu saman. Því Drottinn hefur alltaf eitthvað fyrir þig. Alltaf. Ég hef aldrei orðið fyrir neinum vonbrigðum með það þegar ég heyri Guðs orð. Aldrei. Alveg frá fyrstu tíð. Man alltaf eftir því það er gott að svona rifja upp hvernig þetta var til að byrja með. Að ég byrjaði hjá svona eldra fólki, miklu eldra en ég þegar ég var miklu yngri þá. Og við vorum í sumarbústað í Kaldáseli, ég man ekki hver áttan, það var einhver þarna sem var þarna áttan og fólkið, hann lánaði oft fólkinu, já sko, hann var með stundir þá fóruðu bara þangað og ég fór með þeim þangað í þennan sumarbústað upp í Kaldáseli, ég myndi nú held ég ekki að rata þangað. Og ég man alltaf eftir því að það var fullt af fólki og það fyrsta sem ég rak augun í og hreyfst af eftir á, ég voru að hugsa þetta eftir á, að 10-20 manns í hóp, það var enginn að rífast. Mér fannst þetta alveg bara magnað maður. Ég hafði aldrei séð þetta áður. Af hverju? Þetta var fyrsta kristna samkomur sem ég er á. Og þar eru menn ekkert að rífast
við keisarans skegg. Þeir eru að hlusta á Guðs orð. Og ég man alltaf eftir því að það var einhver manneskja þarna sem stóð og vitnaði. Ég sagði við sjálfum mig, hér vil ég vera. Og hér vil ég vera, gildir enn, því að ég er enn í ranni drottins. Ekki kannski innan um þetta fólk. Ég veit ekkert hvað það er, en það var þetta fullorðið fólk og kannski, já, allavega veit ég að einhverjir af þeim eru horfnir yfir móðuna miklu. Eins og er gangur lífsins. Þarna eru, ég frelsast 89 og það er 26 í dag, þannig að þú sér að þetta er orðin allmargir áratugir þarna á milli, en svona byrjaði þetta. Og ég man alltaf eftir því, maður fekk svona opinberun, og ég man alltaf eftir því, ég sagði mjög skýrt, hér vil ég vera. Og hér er ég enn. Því fyrir mér, þá var þetta kirkjan. Og fyrir mér er kirkjan þetta. Kirkjurnar heita með ýmsum nöfnum, en fyrir mér er þetta eitt og sama. Ég sagði, hér vil ég vera. Og hér er ég enn. Í kirkjunni. Þannig að ég hef aldrei pælt neitt í því hvað þessar kirkjur heita, en ég auðvitað bara fer þangað sem Drottinn vill að ég fari og ég segi það að hann velur staðinn. Af hverju? Að hann veit að þarna er fólk sem þið líkar við. Af hverju? Að því okkur líkar ekkert við allt að umgangast alla. En hérna líkar mér vel, og mér hefur líkað mjög vel í þessum kirkju sem ég er í. Þetta er svona, mínir líkar þannig séðan að gæsalappa, en sumum staðar er þetta kannski aðeins öðruvísi, vegna þess að það er annars konar fólk. Með annars konar, já ekki kannski annars konar sýn, en þú veist alveg hvað ég er að tala um. Okkur lindir ekkert við alla. Og sem er auðvitað miður, en svona er þetta. Þetta blessaða líf okkar, það er svolítið svona. En segi mér það að, jú, Guð er Guð. Og ég er í þessari kirkju núna. Ég byrja á það öðrum stað. Og ég segi við þig, sami Guð þig. Nú reykuð þér á það stað, hvað er maður að bölla? Sami Guð þig. Ég er bara staðfestað að ég er með. Jú, þetta er sami Guð þig. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. En sumir eru falskennendur, það er alveg rétt. Sumir eru líka uppteknir við að tala um þá. Ég hef aldrei nefnt því. Sjálfur hef ég aldrei notið þannig sé ræður sem að ég hef heyrt. Kannski ekki verið sammála alltaf öllu, en yfirleitt er maður nokkur sammála á þeim. Ég er nefnilega aldrei uppi með hennar bendandi vingur. Það er nú það, þannig, ég reynda hef aldrei verið þannig að vera með bendandi vingur, ekki nokkuð eða löst á þannig. Fullt af mönnum þannig. En ég veit að þú ert ekki þar. Þú ert með þeim allra frjálslyndustu sem að þekkjast á í þessari jörð. Frjálslyndur. Hvað er að vera frjálslyndur? Ég veit það ekki. En frelsið maður, það er nú aldeilis vandmeðfarið og ríkalega misskilið hugtak. Það gekk yfir frelsisbylgja í heiminum svona í lok Bítlatímans. Þú ert orðinn gamall kall eins og ég og manst eftir Bítlatímanum. En það var ekkert frelsistímabil. Frelsi sem að menn voru þar að boða, það var ekkert frelsi. Sett á fólk margs konar byrðar sem það var kannski, og losnaði kannski aldrei við. Ég skal segja þér hvað er frelsi. Frelsið er að þjóna Kristi. Þegar hann elskar þig, hann þér. Hann veit hver þú er, hann veit hvað þú þarf. Farðu eftir honum. Og ég lofa þér því, það er mín reynsla, og það kemur ekkert nema gott út úr því. Þetta er boðskapurinn sem við þurfum að láta heyra. Ef ég þegi, þá kemur tómum skjá. Ég er ekkert að segja það neitt að þetta standa allt og falli með mér og þú veist að það væri hvort þið er ekki réttur boðskap. En ef ég þegi,
þá kemur þú að tómum skjá. En núna er ég að tala og hvað gerist? Þú færið eitthvað til því úr af þessum skjá sem að þið líkar. Tómur skjár segir þér ekki neitt. Tómur skjár segir að hann er ekki mætt. Nákvæmlega, hann mætti ekki. Þannig að við þurfum að deyja því öllu saman, en þurfum stundum að rífa okkur upp á hári, eða og Drottinn sér þetta allt. Það er einhver, nú förum við að byrja aftur, sagði við mig. Og ég. Þess ég var líka að segja þá stóð ekki til að hætta, kannski, nei, ég held ekki. En allavega hann vill að ég sé hérna. Eins og sagði við mig hvernig ég sagði þér aldrei að hætta. Og ég sagði mér það bara sjálfur. En ég er ekki Guð. Þess vegna stóð ég bara á fætur og dreif mig og er bara harla glaður með það að hafa valið rétt. Ég elska að velja rétt, en þú. Er alveg sama hvort þú velji rétt eða ekki. Ég held þú, eins og ég bara elski það. En hefur þú valið rétt? Ég veit það ekki. Ég er ekki þú. En ef ég get valið rétt, þá getur þú það líka. Þess vegna bendum við alltaf á Guð. Alltaf á Jesú Krist sem svona utanumhaldið. Hann hjálpaði til og mér og okkur til að gera það sem er rétt. Gera það sem er fallegt og fagurt. Við sjónum allra manna. Þetta er það sem hann vill. Trúum ekki svona boðskap. Þú elskar þennan boðskap. Þú elskar að sjá það þegar þú sérð menn að gera rétt. Það er nú bara þannig. Þannig að þú skalt ekki hafa of mörg orð þetta. Það er með okkur öll að við elskum að sjá ykkur að gera rétt. Jafnvel þó við segjum ekki orð það. Við hrífumst að því þegar menn vinna fögur verk. Sem við gera reynda fyrir framan ljósmyndavél, kvikmyndavél. Það er annars eðlis. Það var þeir að láta vita að þeir eru rosalega góði kallan maður. En það er ekki marktækt. Góðverk þín sé í leinum, segir á einu stað í orði Guðs. Leinum. Hvað er gaman að gera góðverk ef engi veit af því? Sá sem þú gerðir góðverkið á, veit það. Og það er nóg. Þannig að það veit það einhver. Eða hvort það fari lengra, veit ég ekki. Og það þarf ekkert að fara lengra. Sá sem átti að fá góðverkið hann fékk það og blessaðist af. Og það er málið. Af hverju? Drottinn hefur einstakling. Hann elskar einstakling. Hann dó fyrir. Þennan fita stóra kall úr annaður. Þannig er það. Og svo Guði fyrir að þakka og ég er mjög þakkláttur fyrir það að Drottinn hefur getað notað þennan einstakling. Síðan 89. En hann frelsaðist og sagði, það er bara til Guðs. Og þetta byrjaði svona hjá mér, þetta er ekki djók. Og þetta er Guð, það fylgir mér enn. Ég sá hann. Þeir leiti lagri að ég svona sá hann í andanum. Ég get ekki sagt eitthvað hann en það er. Ég séð hann í anda mínum og reyndar margoft, en ég get ekki lýst í hvernig hann er. Það er með ekki gefið. Kannski er engum það gefið í Veitabergi. Það getur vel verið að menn geti lýst honum einhvern veginn í Veitabergi. En það er aukaatriði, ég og þetta fólk trúum að þessi til. Það er nú heldur betur gjöf. Hvort við veitum öll, grunnatriði er annað mál, en þetta er dagurinn í dag sem hann gaf til að gera gott verk á. Og bara hlýða Guði er alltaf gott verk. Alltaf. Ekki bara stundum. Alltaf. Og þess vegna, aðeins að slá mér létt undir, þarf þetta að vera á þeim tökum sem þetta á að vera. Ég segi ekkert það hvort það svo verði. Ég stundum eins ég var að tala maður og eitthvað strókur. En það þekkir þú ekki og ég er náttúrulega mjög stoltur af þér fyrir það. Þannig að þú skalt halda áfram að vera ekki óþekkur strákur og ég skal reyna að venja með því að vera óþekkur strákur. En það komið að lokum og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.